Hver hefur ekki lent í því að brjóta skjá á símanum sínum? Eða átt blandara eða samlokugrill sem neitar allt í einu að sinna starfi sínu? Auðveld og algeng lausn í svona aðstæðum að kaupa nýtt, en umhverfisvænni og ódýrari lausn væri að kíkja með hlutinn í Restart. En hvað er Restart? Restart verkefni sem að hjálpa okkur að eiga betri samskipti við raftækin okkar. Það hefur verið svo þróun undanförnum áratugum að raftæki eru í meira og meira mæli orðin einnota og ef eitthvað smáræði klikkar þá þeim bara hent og okkur sagt að það borgir sig ekki að gera við þetta og bara á haugana með það og kaupa nýtt. Og raftækja úrgangur, hann að aukast, það ekki? Jú, út af þessum völdum hafa fyrirtækin komist upp með að hanna verri og verri raftæki og í rauninni hanna ákveðna úreldingu inn í tækin. Þannig að þau eiga ekki að endast og við vitum alla þessar sérfræðingar sem sitja og pæla í Facebook hegðuninni, hvað þarf að sýna áhugavert til þess að verði lengur. Það nákvæmlega sama sálfræðin notuð á tækin okkar. Hvenær getum við keypt sjónvarp af ákveðinni tegund og okkur finnst við ekki hafa verið svikin þó það sé ónýtt 2-3 árum seinna, rétt eftir að ábyrgðin búin og þá sé það ónýtt og þú varst að kaupa nýtt. Ef þið finnst að þetta hafi samt verið sanngjarnt, þá er þetta jafnvel til í að kaupa sömu tegund aftur, þrátt fyrir þessar lélegu endingu. Og það er náttúrulega ekki gott. Það er náttúrulega líka gerst að hreinlega framleiðendur eru að hanna tækin þannig að það sé ekki hægt að gera við þau. Menn eru að líma tæki saman, menn eru að byggja saman hluti sem áður voru aðgreindir. Heyrði mitt viðtal við einn breskan rafvirkja sem var að lýsa breytingum í þvottavélum og hann sagði fyrir 10 árum síðan þá hafði hann verið að skipta legur í þvottavélum í hverri viku. Þetta var innan við klukkutíma að vinna, 40 mínútur, 30-40 mínútur, bara smelli nýri legu, ekkert mál. Þess að ég ekki búin að gera þetta í mörg ár núna. Og hver ástæðan? Jú, þvottavélaframleiðendur föttuðu það að þetta gat lengt líftíman. Þá fóru þeir að byggja saman tromluna og leguna í eitt stykki sem þeir voru að kaupa saman. Það tekur 3-4 tíma að skiptum og engin skiptir það. Og þannig verður rafmagnsúrgangurinn til. Hólmar segir okkur frá því að yfirvöld séu sem betur fer að bregðast við rödd þeirra sem vilja ekki láta bjóða sér þetta. Og döfinni séu lög hjá Evrópusambandinu sem skylda framleiðendur til þess að hanna tækin sín þannig að hægt sé að gera við þau. Og jafnvel láta leiðbeiningar þess efnis fylgja með. Restart til húsa í Fab Lab verkmenntaskólans en verkefnastjóri staðsins, Jón Þór, einnig sjálfboðaliði hjá Restart. Hvernig tæki fólk að koma með? Það náttúrulega mjög mikið símar. Fólk missir oft símana sína og fær aðstoð við að laga skjáinn og sitja baklið eða eitthvað þannig. Og svo það bara mjög misjafnt, mikið af samlokugrillum. En þetta bara misjafnt eins og núna erum við að reyna að laga þetta geisladiska hulstur sem á þessari græju og það bara eina sem að því, annars virkar útvarpið og allt annað en það voru einhverju 6 geisladiska fastir inn í. Og hversu mörg tæki heldurðu kannski að þú persónulega hafa gert við? Já, ég myndi giska að ég kannski búin að aðstoða 6 manns við að laga símana sína. Ég hjálpaði inn að laga iPad, eða ekki iPad, þetta tablet, Samsung tablet og þetta að koma kannski yfir 20 tæki eða eitthvað á þessum tímabili sem við erum búin að vera með. En inn á Restart síðunni sem við erum með, restarticeland.org, erum við með reiknivél hversu mikil mengun við höfum sparað í heiminum með því að laga græjunar. Þannig að ef við lögum eitthvað þá setjum við það þar inn og þá sér maður strax að það breytir rosalega miklu bara að laga eina græju. Það eru ansi margar græjur sem að maður þarf að umgangast á sjónvarpsstöð. Þannig að við tókum með okkur til gamans eitt ljós sem að væri gaman að kíkja á með þér. Endilega, við skulum sjá hvað þið get gert með það. Hérna ég komið með ljósið. Já. Þetta stórt stúdíóljós. Málið að það hefur brotnað hérna skrúfa. Nú er ég ekki mjög vel að mér, en ég hugsa að það þurfi kannski að fjarlæga þetta einhvern veginn, eða þú kannski betri í að greina þetta? Já, það er ekkert mikið annað í stöðunni að reyna bara að bora þetta úr. Það er að segja bora í þessa skrúfu og reyna svo bara aðeins með afli að ná þessu upp úr. Við skulum bara reyna að vinda okkur í það.
Restart vinnustofunar eru haldnar mánaðarlega og best að fylgjast með á Facebook síðunni Restart Ísland eða á heimasíðunni restarticeland.org. Við höfum erindi sem erfiði hérna í Restart. Við hérna í sameiningu náðum að laga ljósið okkar. Ég hvet alla til þess að koma með sína hluti sem eru búin að segja skilið við þennan heim að þeir halda. Koma með að hinga í Restart og við skulum sjá til hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað.